En svo varstu í Kína núna daginn Já. á skáldaþingi. Já. Segðu mér frá því. Ég ætla að segja frá því að fyrir nokkrum árum þá hitti ég Sigurð Guðmundsson myndlistarmann sem búinn að eiga heim í nokkur ár eða þó nokkur lengi í Kína og hann sagði við mig, flyttu bara til Kína og ég hugsaði bara með mér, Sigurður, kanntu annan, þetta stór snillingur, en hann virtist hafa haft sagnaranda því ég féll kylliflöt. Þetta land dásamlegt og ég að fara til langdvalar á næsta ári og Guð lofar. Þessi ljóðahátíð náttúrulega bara fenómen, stærsta þjóð í heimi og eina af þeim minnstu, bara tengjast svona ljóðaböndum fyrir tilstillingus ævintýramanns sem skáld sjálfur og forríkur og tengdist Hjörleifi Sveinbjörnssyni vinnáttuböndum og þeir urðu ævivinir á stúdentagarðinum í Peking fyrir löngu síðan. Já. Og síðan leggur hann bara einhverja $1 milljón í ljóðasjóð sem á að starfa núna í 10 ár og þetta annað árið sem að sjóðurinn starfar. Fyrra var ljóðahátíð á Íslandi og nú var þessi stórkostlega hátíð í Peking með íslenskum, einum grænlenskum höfundi, einum frá Finnlands, Svíþjóð og svo Kínverjum og Japanum. Og þetta þessi frægi Hwang Nu-bo sem Grímsstaða fjallaskáldið. No other than. Fjallaskáldið. Nákvæmlega, hann sjálfur. Já, ég sá hann og tók í hendina á honum og þetta bara ævintýralega flottur maður og hlýtur að vera alveg brjálaður hugsjónamaður láta sér detta í huga, setja $1 milljón í ljóð. Það gerir náttúrulega enginn nema. Hann hefur farið 5 sinnum á Mount Everest. Hann svona hann ævintýralegur. Hann af stórum, hann stóri sniðum. Það voru þarna fleiri skáld? Já, það voru Þórarinn Eldjárn, Gerður Kristný, Sigurbjörg Þrastardóttir. Nú er ég að gleyma Ingunn Snædal og svo var Sigurður Guðmundsson, stórsnillingur, Íneku konana sem líka myndlistarmaður og þetta var þvílíkur hópur og við fórum í Gulufjöll og þetta var bara og það var gefin svo bók á kínversku með íslenskum kveðskap. Já, nákvæmlega og vel tekið.